Já, komið þið sæl og blessuð og velkomin í þingið sem við endurreisum nú eftir sumarfrí. Þessi þáttur hverfist stjórnmál, eins og nafnið gefur til kynna, og þá einkum stjórnmál sem tengjast Alþingi. Við hófum leik í fyrra vetur og urðum vör við töluverðan áhuga og vaxandi. Það ýmislegt sem bendir til þess að við séum svona bara almenni borgarar, að við séum pólitískari en nokkurt skeið. Hvort það vont eða gott skal ósagt látið. Mögulega erum við pólitískari vegna þess að það ansi margt að í samfélaginu. Það lítið traust til ríkisstjórnarinnar og stjórnvalda. Það margt sem gengur illa. Það vegna þess að fulltrúa lýðræðið hefur brugðist? Eða það vegna þess að aðrar aðstæður eru einhvern veginn mjög sérstakar sem að í rauninni gera allt stjórnmálastarf erfitt? Það ekki gott að segja, en við munum meðal annars reyna að svara þeim spurningum hér í vetur. Nú, sala Íslandsbanka liggur fyrir og við ætlum að fjalla svolítið ólíkar skoðanir þingmanna á þeirri fyrirhuguðu gjörð og þá komið að því að kynna til leiks gesti þáttarinn sem ekki nú alltaf sammála. Björn Leví Gunnarsson, Pírati, velkomin. Takk fyrir. Og Brynjar Níelsson, varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins. Við sammála því sem að ég nefndi að greiniði svona mikinn pólitískan áhuga hjá almenningi núna og jafnvel meiri en dálítið skeið? Byrjum með þér, Brynjar. Ég veit það ekki. Það svolítið sérstakir tímar og það verið svolítið sérstakir tímar. Við fáum COVID og við fáum Grindavík og það atvinnulíf á fleygiferð. Við þurfum mikið vinnuafl, kallar á mikið húsnæðiskort og mikla verðbólgu og háa vexti og þá þetta svolítið pirringur. Og þá svona harðari umræða. Já. Svo svona summannanna verk sem líka mjög umdeilt. Það ekki rétt nafni? Jú, ég held að það sé alveg rétt hjá Emil Brynjari að við komum úr COVID dálítið dauf í rauninni og pólitíkin þá var í dálítilli uppgjöf eða rauninni bara uppgjöf gagnvart pólitíkinni einhvern veginn. Sem útskýrir gott fylgi Framsóknarflokksins í síðustu kosningu. Hér bara versta að kjósa Framsókn megin. Allavega þá erum við í annarri svona stöðu núna þar sem að mittvextir og verðbólga hefur bara haft áhrif á veskið hjá fólki. Já. Og þá fer fólk að spyrja hvað að gerast og hefur svona aðeins öðruvísi áhuga á pólitík heldur en fyrir síðustu kosningar. Já. Það alveg tvímælalaust meiri kröfur sem verið að gera. Já. Skiljanlega. Já. Alþingi verður sett á morgun. Við vitum ekki alveg hvernig gengur að koma saman fjárlaga frumvarpinu en við vitum að það skiptir sennilega máli í efnahag ríkisins næstu misserin að selja Íslandsbanka. Og ef við byrjum á þér, Brynjar, það svona maður heyrir svolítið út í bæ að hvorki sé náttúrulega ykkur vel treystandi fyrir því að selja þennan banka þótt ráðuneytið sé komið til Framsóknarmanna, bara Sjálfstæðisflokkur ekki verið ríkisstjórn þegar þessi leggur verði seldur á grunni fyrir skandala. Og eins heyrir maður að þetta sé ekki endilega besti tíminn, það búið að tímasetja að hvað fyrir hlutin verði fyrir áramót, alveg bursi frá gengi og einhverju svoleiðis. Þetta ekki svolítið örvendingafull? Þið ekki að pissa í skóinn ykkar? Þið ekki bara síðasta snúningi að síðasta söludegi einhvern veginn að bara kasta því á bálið sem getur brunnið? Nei, ég veit ekki betur en þetta alltaf að vera í farvatninu að gera þetta. Þannig að svo getur maður alltaf sagt þegar gert ekki betur að gera eitthvað öðru tíma og svona. Þetta löngu planlagt og verið stefna að klára þetta. Menn alveg sammála í mínum flokki allavega það að ríkisvaldi ekki vera með áætlur af því að reka svona vera með fjármálakerfi bara á herðunum. Þetta engri annarri þjóð það í hug eins og En gott og vel, menn hafa bara mislega skoðan á þessu en þessi sala bara hefur tekist bara mjög vel þó einhver svona smáatriði og upphlaup verða kringum þetta eins og maður bjóst alltaf við svo sem að því var svo margir á móti þessu
En í grunninn hefur þetta bara heppnast ágætlega og menn bara halda þessu áfram og mínu viti að taka meira og minna Landsbankanum líka en í verstafalli að ríkið eitthvað smáhluti í honum en ég meina það bara okkar skoðun að ríkisvaldi sé ekki bara eigi allt fjármálakerfi. Ég held að það sé bara stór hættulegt fyrir skattgreiðendur. Ekki jafn hættulegt fyrir skattgreiðendur að hafa þá fákeppni sem að til dæmis ánægða með bara bankakerfi, ertu ánægða með stefnu íslensku bankarna, hvernig þeir hegða sínum málum, þjónustu þeirra við viðskiptavinni og hvað það kostar að skulda pening í dag og svona? Já, það hefur ekki alveg með bankarna að gera. Ég held að bara bankarnir standi sér bara ágætlega núna að hafa gert það í talsverðan tíma. Það er vísu mjög íþyngjandi reglur sem þurfa að þola umfram aðra banka í Evrópu. En ég finnst bara að standa sér ágætlega og ég er bara mjög ánægð með minn banka. Björn Leví, munið þið í Pírötum styðjið þið þessa sölu? Eru þið ánægð með sölu Íslandsbanka? Sko almennt séð að þá er mjög skrítið að einhver aðeili eigi 2 banka sem dæmi. Þannig að við sjáum þannig séð í prinsipinu ekkert að því að ríkið er selji allavega annan bankan og eigi þá bara einn. Með ákveðin svona samfélagsleg sjónarmið fyrir stafni eða þá bara sameinað eða hvernig sem það er tilgangslaust að eiga einhvern veginn 2 bíla þegar maður það er breytt til að gera en það hefur alltaf verið sko haft til hliðsjónar í öllu þessu ferli að þegar að kemur sko að sölu að þá sé það gert af því að aðstæður eru heppilegar til sölu. Og hérna er búið að stilla upp eins og Brynjar að segja bara það er bara þeirra skoðun að það eigi að selja það er löngu búið að setja þetta upp og það eigi bara að klára það. Bursið frá markaðinu svolítið. Óháð því hvort að það fæst þá gott verð fyrir eða hvernig aðstæður leyfa. Og það er ekkit rosalega ábyrgt. Plús það hvernig hefur verið farið svona með Framsókn gerði nú af allavega vitnisburði viðskiptaráðherra athugasemdir við fyrra söluferli. Áhugavert hvernig það verður sett upp núna. Það var ekki góðar vísbendingar að þetta yrði endilega faglega gert, heldur bara að það yrði klárað. Hvað var þar svona mistökin sem að þau búið að vera að gera, þau eru ekkert smávægileg. Umboðsmaður Alþingis var bara í útvarpinu fyrir ekkert svo löngu síðan þar sem hann notaði orðið vanræksla. Það er ekkert lítið orð í svona lagalegum skilningi. Þannig að kostaði náttúrulega Bjarnar á þeirra stólviskunum. Já, kostaði okkur líka. Í fyrstu sölunni þá var verðið alveg rosalega lágt með hvernig þessi gengið síðan þróaðist. Verðið var þokkalega gott í síðustu sölu, það er ekkert að kvarta við því rauninni. En út af því hvernig rauninni innherjar fengu aðgang og ýmislegt svoleiðis, að þá náttúrulega hrundi traustið og gengið mitt líka, þannig að við erum að selja í rauninni hlutin á miklu lægra verði núna út af mistökunum síðast. Það er alvarlegt. Já, sko þið eruð mjög skeptísk á þessa tíma núna. Ég held að flokkur fólksins sé líka ekki hrifinn af þessu, en er annars sæmileg sátt það innan Alþingis að þínu viti, Brynjar, að þessi sala eigi sér stað núna? Ég bara veit það ekki. Sko, menn getur auðvitað deilt það hvort að það sé rétt að gera akkurat núna eða kannski skoða það lítið síðar. Ég kann ekki að meta það. Ég meina það eru auðvitað bara einhver ráð sem menn fá, hvort það sé viti því að gera þetta núna. Alveg svo salan síðast og bara fengir hættu sérfræðingar í svona sölu og hlut fengni, sko. Svo geta menn alltaf, svo auðvitað verður eitthvað smá klúður í þessu en í stóra myndin samt svo þessi sala tókst vel og við getum endalaust deilt það hvort það sé milljarður hér eða milljarður þar sem við getum ekki meira eða minna. Ég held að menni að láta þetta bara frá og reyna að halda áfram. Stóra máli það í huga held ég margra með heyrist að jafnvel og Bjarni Leví að ríkið eigi ekki að vera með alla bankar í fanginu. Og ég held að það sé bara mikilvægt. Eitthvað klikkar í þessu kannski. Ég sagði á sínum tíma þegar menn voru að fara síðustu leið,
þið vitið alveg ef það er ekki bara selt hæspjóðanda, þá verða læti. Já. Alveg sama hvað tekst önnur markmið nást, sko. Já, ég held sko að vandinn núna einn vandinn sá að það mikið vantraust í gangi og ég ræddi það á þann að við erum öll einhvern veginn pólitískar en við höfum verið bara almenni borgarar vegna þess að okkur finnst eins og að vilji okkar sé ekki virtur og okkur finnst náttúrulega vandræðagangurinn með ríkisstjórnina náttúrulega öllu fólki auðsær. Það eru þessar aðstæður eins og með stýrivextina og hérna húsnæðismarkaðinn sem náttúrulega skelfilegur. Það svo margt sem að mælir einhvern veginn gegn því að við treystum bara því sem að kemur frá þínum hópi sem þinn formaður leiðir. Ég byrju, þannig, pólitíkin alltaf þannig, sko. Já. Menn grafa undan trausti ríkisstjórnar. Ég sé ekki að menn sé að grafa undan. Ég meina að pólitíki felst í því, ég reyna að gera sko, stóra myndin svo. Það þín pólitík. Já, ég að segja það. Stóra myndin svo. Að okkur hefur gengið í heildin ágætlega. Við erum að glíma hvað hópið þú ert, sko. Jú, ef ég horfi bara mælikvarðana sko, kaupmátt og velferð samfélagsins. Við erum að glíma við einn stóran vanda umfram aðra þjóðir í kringum okkur. Það húsnæðisskortur. Ástæðan fyrir þeim húsnæðisskorti sú að atvinnulífið í Íslandi á fleygiferð og þarf vinnuafl auðvitað. Óhjákvæmilega verður húsnæðisskortur og ég ætla ekki að fara þá leið að skamma bara sveitarfélögin eins og margir hafa verið að gera vegna það var ekki hægt að elda þetta. Þar af leiðandi út af því að við erum á fleygiferð erum við með húsnæðisverðið ríkur upp sem stæðsti hluturinn af verðbólgunni og ef húsnæðisskortur væri ekki inn í vísitölunni þá væru við kannski með 3,5 eða 3,6% fólkbörgur bara eins og þjóðirnir kringum okkur. Þannig að menn verða bara að horfa á þetta raunsætt og ég ætla ekki að kenna neinum ég ætla ekki að kenna Reykjavíkurborg ekki að kenna neinum. Staðan þessi og þessi verðbólga, hvað sem stjórnmálamenn ætla að segja núna í haust, við ætlum að ná tökum á verðbólgunni, hún næst ekki nema við hægjum atvinnulíf. Þurfum minna fólk. Það bara þannig, því miður. Ég vildi ég hefði törralaust, ég hef hann ekki. Nei. Ég ætla bara að taka alltaf undir þetta með að segja, því að þetta í rauninni staðan eins og hann Það hins vegar hægt að fara aðeins pínlítið dýpra og sjá að húsnæðisskorturinn byrjar þarna 2016-17. Þá að koma skýrslur frá núverandi húsnæðis- og mannvirkjastofnun, áður lánasjóðunum, íbúðalánasjóði, þar sem að það var gerð grein fyrir svona uppsöfnaðri íbúðaþörf. Það voru gamla syndir þá svolítið. Pínlítið, vissulega, en þær voru ekki þarna 2016 en voru komnar inn í skýrslunar 2017. Þá strax átti að grípa til að gera. Það gerðist ekki. Síðan hefur vandinn undið upp á sig. Fólksfjölgunin hefur orðið miklu hraðari heldur en var gert ráð fyrir. Og eins og hefur komist að orði í öðrum þáttum að það rauninni allir með hamar á lofti sem að geta því valdið. Á sama tíma verið að gagnrýna lóðaskort sem mjög undarlegt ef að þó að það væru fleiri lóðir þá miðað við það gæti ekki fleiri verið að byggja samt. Þannig að það stundum dálítið svona tvískýningur í umræðinni til þess að þvæla hana en greiningin sem að Brynjar með það bara nokkuð spot on. Við þurfum ekki einmitt bara í rauninni fólk erlendis frá til þess að vinna í þeim stöðum sem að hagkerfið að þrýsta á. Ferðamennskan að koma þarna eftir 2016 einmitt. Rosalega sterkinn. Við þurfum einfaldlega byggingaraðilega líka. Til þess að koma til móts við. Við erum að elta skott í okkur í þessu sko. Og það bara, það þýðir það og en sko spurningin bara svo, hægt að grípa einhvern veginn, sko það ákveðin hópur sem þetta lendir mest á. Og það sem stjórnmálamenn þurfa að hugsa sko, hvernig getum við varið þennan hóp á þess að bara illa fari.
það bara gott eins og það nóg atvinna fyrir alla sem vilja vinna. Það rífandi gangur í atvinnulífinu, það verðmætasköpun, ólíkt bara því sem að gerast við annars staðar. Og þess vegna eru þetta vextir alltaf hærri bara út á því, sko. En við þurfum einhver að finna ráð að þeir sem einhvern veginn að falla milli skips og bryggju, eins og eiginlega svolítið verkefni stjórnmálamanna, að hvernig getum við gripið inn í það á þess að valda bara einhverju sérstöku tjóni á öllu, sko. Það vandi. Sko á þess að vilja missa boltan of langt frá umræðefninu Íslandsbanki og það mér að kenna að sem stjórnanda þessar umræðu að boltin komin dálítið frá þeim kjarnamálsins og á þess að ég vilja að við förum alveg frá Íslandsbanka og sölu Íslandsbanka þá vil ég benda á það að eitt af því sem skýrir þetta vantraust almennings núna og bara vonda líðan almennings hvort sem að það gagnvart húsnæðis krísunni eða einhverju öðru að sko það svo lítið að leiðandi stjórnmálamenn taki utan þjóðina nú á erfiðum tímum og ég enn að hugsa viðtal sem ég heyrði við norskan ríkisborgara sem hefur búið á Akureyri núna töluvert skeið og hann var að bera saman hvernig norsk stjórnvöld koma reglulega fram í fréttatímum norska ríkisútvarpsins og öðrum fréttamiðlum til að tala við þjóðina og biðjast afsökunar á því að það sé verið að leggja óbærilegar byrðar á norðmenn jafnvel til miklu skemmri tíma heldur en núna og á miklu minni skala. Og ég vil halda fram, Brynjar, bara sem Íslendingur, bara sem einstaklingur Björn Þorláksson, að þarna hafi ráðherrar ríkisstjórnarinnar brugðist. Sko, ég get sagt það, ég hef nú haldið þessa ræðu sem þú búin að halda. Hefur þú? Ég hef ekki stólið henni frá það. Nei, enda var það ekki svona með þeim skil ekki ómberlega. Það sem ég hef sagt, sko, við stjórnmálamenn og mína flokkmenn og sem og aðra. Þegar það verður að taka til með einhverja erfiðar ákvarðanir sem munu koma við kaunur einhverjum, þá þarf að útskýra það. Þeir verður líka að tala þannig að fólkið í landinu hafi á tilfinningu að þið hafið yfirhöfur einhvern áhuga á því. Sko. Já, til þess að einhvern þykir væntu það. Já, og útskýra fyrir fólki. Svo umræðan bara fari ekki stundum bara í vitleysu og svo næri engin stjórn á því og þá bara ákvaða ráðherrnir bara þegja frekar heldur en að vera þá orðið það seint og þetta held ég að sé mikill vandræðagangur ekki bara í þessa ríkisstjórn, þetta búið að vera lengi og ég bara segja það útskýrið fyrir fólki, taliði beint til það, verið hreinskilið við það sem mjög mikilvægt við bara hreinskil, ef það þarf að taka erfiðar ákvarðanir, útskýra það af hverju þarf að gera það. Já, ef ekki bara bæta við huggið það. Jú, þegar þarf. Hvernig heldur það sé fyrir venjulegt millistéttarfólk að það sé engin leið fyrir svo marga foreldra sem ekki eiga auð til þess að miðla til barnanna sinna og sem þau geta nýtt sem forgjöf til þess að kaupa sér húsnæði. Hvernig heldur það sé fyrir allar þessar fjölskyldur núna sem sjá fram á það sé ekkert pláss fyrir börnið þeirra, íslensku börnið þeirra á Íslandi. Það hellingur af fólki í öllum stéttum að velta fyrir sér búsetulöndum fyrir börnið þeirra, öðrum löndum en Íslandi vegna þess að margir upplifa það þannig að bara játliðið hafi lokast. Ég taldi á því svona að við erum á þeim staði í pólitíkinni að við þurfum minni pólitík og meiri mennsku. Við erum búin að vera að reyna að tala dálítið tæpitungulaust við ríkisstjórnina á undanförnum misserum, bara reyna að segja hlutina eins og þeir eru, en pólitíkin hefur tekið í, og ríkisstjórnin hefur tekið í dálítið mikilli vörn, af því að alla jafna, þá eins og Brynjar kannski lýsti það hérna áðan, að þá hefur það verið menningin hjá pólitíkinni að þeim bara skjóta stjórn og stjórnarandstöður bara skjóta á hvort annað. Þetta svona morfís einhvern veginn keppni. Mikil morfís. Þannig að þegar að stjórnarandstaðan hefur verið að segja sko þetta gengur ekki svona, vanrækslan gengur ekki, ábyrgðarleysi gengur ekki, þegar þeir eru að setja fram fjárlögin í rauninni án útskýringa það hvernig í rauninni verið að uppfylla sko bara lög,
miðað við samt endalausar biðlista og segja bara að það sé allt í himnalagi þegar það svo greinilega ekki. Það bara ákveðin gaslýsing. Það aldrei allt í himnalagi, Björn, sko. En skalinn á þessu dálítið svakalegur þegar það verið að benda á augljós vandamál eins og þú segir, það sem alltaf í gangi, þá höfum við ekki fengið rauninni áheyrn. Við höfum bara fengið gaslýsingar að þetta sé nú bara allt í fína lagi. Við höfum aldrei haft það betur, kaupmáttur aldrei verið betur og svo framvegis. Það alltaf verið að svona tína úr svona þessar einstöku jákvæðu prósentur sem að bara almennt fólk finnur ekkert fyrir. Meðaltalið notað þegar að miðgildið raunsærra og alls konar svoleiðis tölulegir útúrsnúningar sem maður skilur alveg að fólk vilji reyna að láta hlíta vel út sem að fólk að gera en við höfum ekki fengið stjórnvöldin og pólitíkin til að horfast í augu við að það vissulega djúpstætt vandamál. Ertu þá ekki að tala um stjórnarandstöðuna líka þá? Nei, ég ekki að tala bara um stjórnarandstöðuna. Hluta stjórnarandstöðunar, vissulega. Ég skal alveg segja það, vissulega. Það eins og gengur að gerist. Þá eru sumir ennþá í þessari bara skotgrafapólitík. Það bara á báða bóga. En það þarna bara mjög greinargóðar lýsingar á því hver staðan og það ekki hlustað og ég skil að vissuleyti af hverju það ekki hlustað. Það stundum erfitt að greina á milli hvað raunveruleg gagnrýni og hvað bara skotgrafapólitík og það ennþá erfiðara fyrir fólk utanfrá. Það hefur svo sem alltaf verið snúið en núna kannski erfiðara að átta sig á þessu líka út af aukinni polariseringu og við erum náttúrulega með mjög við erum búin að stíga svolítið skrefið aftur tilbaka í hlutdrægari fjölmiðlun og upplýsingaóreiðan náttúrulega töluvert en mér finnst bara svo það sé sagt ég greini ekki það sé mikið meira traust gagnvart stjórnarandstöðinni heldur en stjórninni Stjórnarandstöðin mjög flókin fyrir bara líka eins og stjórnin en ef við víkjum aftur sögunni að sölu Íslandsbanka þá ég man að ég skrifaði frétt þessi áform fyrir svona hálfu ári eða eitthvað svoleiðis og það var rosalega mikið svona reið komment og var ekki gerð einhver könnun sem að sýnir að það bara, ég held að sé meirihluti þjóðarinnar sem gegn þessari sölu, það ekki rétt Brynjar? Þú þekkir það nú kannski þið eitthvað að skoða kannanir á þannig að þið tekir stóra ákvarðanir mjög nálægt því að vera meirihluti ef það ekki meirihluti það til mig hluta þessu vanda það hefur ekki verið útskýrt nógu vel held ég tilgangurinn með þessu og nauðsyn þess og mikilvægi þess og þetta þessi hluta af því að geta einhvern veginn ekki almennilega komið þessu frá sér með skiljanlegum hætti þannig að svona menn átti sig allavega á þessu við verðum aldrei sammála allt og þegar við erum að tala ábyrgð þá snýst líka svolítið ábyrgð annarra stjórnmálamanna heldur bara að stjórna meirihluta og hvernig pólitíseringi verður og hvernig þessi átök verða en að því þú ert svolítið haldið þessi Íslandsbankasölu sem ég finnst nú vera eiginlega bara smámál í dag en allt í lagi þetta tilfinningamál fyrir marga og ég veit auðvitað bara fullt af fólki með þá bara pólitísku skoðun að ríkið eigi bara að eiga þetta það sé bara hagur ríkisins og menn tala að selja mjólkurkunna og eitthvað svona, ég hugsa með mér hvað hefði nú gerst þegar við átti þessa banka þegar hrunið var með þeim hætti. Nei, ég meina bankastarfsemi að breytast og ég held að ríkið sé bara ekki rétti aðilinn til þess að vera að reka þessa banka og vera með einhver eiganstefnu, ég held að það sé best en þegar við komum aftur á pólitíkinni við verðum að geta verið trúverðug við verðum að kunna að tala við fólki í landinu útskýra hlutina og segja við getum verið tekið pólitískt debatt eða umræðu ákveðna hluti því við erum bara ósammála og reyna að rökstyðja það en ef þú getur aldrei útskýrt fyrir Jónu og Gunnu þá verður við alltaf í vandamál þá verður alltaf tókstreita, það verða vantraust og svo framvegis
ef stjórnmálamenn ráði ekki við þetta, þá kannski eru þeir ekkert sérstaklega á góðum stað, sko, eða stjórnmálin yfir höfuð. Sala Íslandsbanka smámál? Nei, alls ekki, sko. Þetta er ansi margir milljarðar alveg bakvið sem að geta aldrei talist frá smámál, ekki séðan, sko. En Þetta er líka bara pólitísk ákvörðun sem er stór í ákveðnum skilningi. Og hún, sko, hún þarf traust, alveg eins og útskýringarnar þurfa traust. Að meira segja þegar að stjórnmálamenn og ríkisstjórnin kemur með, sko, bara heiðarlegar og hreinskilnar, sko, útskýringar þegar að það er vantraust á trúir fólk þeim ekki. Þess vegna er traust svona mikilvægt. Þess vegna er gagnsæi og upplýsingafrelsi svona mikilvægt líka til þess að þegar að það koma einhverjar yfirlýsingar eða útskýringar frá stjórnvöldum að það sé hægt að ganga í það bara skref fyrir skref að sjá að það sé rétt. Þá aflar þér líka trausts í kjölfarið. Og þetta er búið að vera skortur á bara allt þetta á síðasta kjörtímabil þegar við leitumst eftir spurningum þegar við reynum að kafa ofan í hvernig ákvarðanir voru teknar þá fáum við bara nei, máli lokað, ekki skoða þetta meira. Og það er þannig svona áferð sem að við eigum dálítið erfitt með hérna einhvern veginn á Íslandi að við náum aldrei ábyrgðinni á þann stað sem hún á heima. Það axlar engin ábyrgð á lokum. Það er alveg í næsta skipti sem að það er tekin einhver ákvörðun. Þá er heldur ekki hægt að láta neitt axla ábyrgð af því að það var fordæmi fyrir því að sleppa því. Og okkur að sá ekki að sleppa þegar síðast slapp. En svo framvegis. Brynjar, nú ætla ég að víkja að öðrum sálmum. Ég ætla að spyrja þig í hreinskilni. Þú ætlar að vera einlægur og opinn við okkur. Þú ætlar ekki að vera klæðið í neittbúning. Þú ætlar bara að vera heiðarlegur og segja okkur hvernig þið leið tilfinningalega þegar þú sást að Miðflokkurinn var orðinn stærri en Sjálfstæðisflokkurinn í könnunum daginn. Ég var bara mjög áhyggjufullur. Ég hef bara alveg að viðurkenna það. Ég sagði bara, hugsaði með mér, þurfum við 2 framsóknarflokka í landinu, sko. Ég meina, ég kann ágætlega við allt þetta fólk og ég er sammála Sigmund Davíð í einstökum svona málum. En þegar menn skoða flokkin og umræðan á samfélagsmiðlum, þá er þetta bara framsóknarflokkur. Menn sko ekki halda annað. Eru þeir ekki meira til hægri heldur en framsóknarflokkur? Nei, þeir eru kannski aðeins þjóðlegir í umræðunni, sem ég kalli ekki endilega til hægri. En ég meina, Sigmund Davíð er aldrei nálgast aldrei Sjálfstæðisflokkin frá hægri þegar við vorum saman ríkisstjórn. Nei. Ég horfi á þetta bara, veist, bara skynsalega sem þið segja. Ég get alveg tekið undir. Þeirra fengi margt að láni frá mér. Já. Ert þú kannski á leiðin yfir í Miðflokkinn? Nei. Ég er bara sjálfstæðismaður. Sko, í mínum huga er þetta bara Ég vil sér meiri pírati en Miðflokksmaður. Ég sennilega út í það farið, sko. En ég er bara að segja það að það er mjög margt gott. Þeir eru oft skynsami bæði beggi og ekki alveg tekið undir. En þegar það kemur á hugmyndafræðin og pólitíkin það á reynir, þá verða mann átt að sé hvaðan Miðflokkurinn kemur, sko. Þetta er nefnilega ekki bara hægri og vinstri, sko. Nei, það er líka þjóðernishyggjan eða íhaldið og frjálslyndið. Já, ég hef alltaf sagt, sko, sjálfur, ég meina, hæfilega þjóðerniskennd eru bara nauðsynleg hverju þjóð. Já. En svo er það allt í orðið einhver hægri stefna eða þjóðlegt íhald er til. Framsóknarmenn hafa sennilega alltaf því verið miklu meira þjóðlegt íhald en þjóðlegt íhald vinstra megin og hægra megin. Já. Gamli kommunistaflokkurinn voru miklu þjóðernishyggjumenn. Algjörlega. Þannig að sko menn með ekki nota þetta orðið við það, en vissulega þegar það kemur svona atvinnulífun og frelsir þá horfi ég bara á Miðflokkinn sem framsóknarflokk, sko. Já. En ég fyrir áfalli, Þú varst fyrir áfalli. Að því þú vilt að ég opni mig. Já, þakka þér fyrir og sérðuð núna sæng ykkar sjálfstæðismanna út reita í þeim skilningi að búið ykkur undir stjórnarandstöðu tímabil að loknu kosningum? Ég bara átta mig, ég er nú ekki alveg innsta hring lengur, ég er ekki í þingfloknum. Nei, þú kemur nú stundum inn á þing. Já, það er bara til að rífast aðeins í píratunum eitthvað. Nei, ég menna Sjálfstæðisflokkur átta sig á því að margir hans kjósendur segjast alltaf yfirgefan. Það er auðvitað áhyggjuefni. Já, sérstaklega fyrir að þið eru svo mikill valdaflokkur, þið eru bara í loftinu til þess að stjórna landinu. Það er bara ykkar yfirlýst stefna, þið þolið ekki verið stjórnarandstöðu. Við kunnið það varla. Nei, við höfum svo mikla áhyggjur af velferð þjóðarinnar að við erum ekki stjórninni, það er það. Eða bara þeir eru frekjuhundar. en það er auðvitað þannig að
sko, ég tel alveg möguleiki að snúa þessari þróun við. Það fer svolítið auðvitað eftir því hvort við náum að vera trúverðug á þessu vetri. Já, finnst það líklegt? Eins og mannað í brúnni og bara eins og, þú veist, skeiti í ganga. Já, ég hef auðvitað mjög ánægður með skipstjóran, sko. En er það? Já. Ekki aðeins farið að falla á? Jú, hann náttúrulega stendur með ábyrgðin á þessu ástandi. Við vorum að ræða á hann til dæmis hvað góður leiðtogi, hvernig hann kemur fram við þjóð sína með auðmýkt og samtali. Finnst þér Bjarni hafa tekst það? Já, stundum, en ekki alltaf. En ég bara að segja það, mér finnst hann öflugur stjórnmálamaður. Öflugur þegar það kemur að því að vera fljótur Hvers tími er liðinn? Svo kann að vera að það liði engin formaður lengur en 12 ára eins og dæmi er Já. Það er svo erfitt að vera í forystunni svona langan tíma og þá svona missir fólki einhvern veginn þolinmæðina og það kann að vera hans tími sé bara liðinn og hann setur og segja ok, heyrðu, ég hef ekki náð að rífa þetta upp nema hann gerir það bara í vetur ef það er þannig óbreytt þá er þetta ekkert ólíklegt, hann segir bara ok, heyrðu, ég er ekki að ná þessu og það er kannski komið tími til að reyni sig. Upplifirðu að þessari skoðun sé að vaksa fiskur hrygg innan Sjálfstæðisflokksins að fleiri svona telji að mögulega sé Bjarni komin á endastað? Já, ég held að það sé alveg en margir hafa samt mikla tröllatrú á honum eins og ég að ef eitthvað snýst núna svona að hann að hlutinni breytist sko. Að því ég sé svo sem engan augljósan arftaka heldur. Mér langaði einmitt að koma næst að því. Já, þú sérði engan augljósan. Engan augljósan. En sko, er það ekki hluti klemmunar og krísunar að jafnvel þótt þið mynduð vilja skipta mann í brúnni þá er bara engin, ekki nema þú ætlar að bjóða þig fram. Ætlar þú að gera það kannski? Nei, en ég ekki sagt að það hefur verið að koma máli við mig. Nó, okay. Nei, ég er ekki að fara að gera það. En það er það bara einhvern gamlan kall er það bara einhvern svona millibils ástand. Nei, ráðherra flokksins og jafnvel Bjarni hafa þennan vetur til að snúa þessu við, eða bara fyrir áramót. Já, fyrir áramót. Er það ekki bara... Það er tíminn að menn öðlist traust og trú og menn sé ekki sem eru aðhyllast stefnu sé ekki að fara út og suður sko. En þetta eru bara 3 mánuðir sko. Já, það gerist margt á 3 mánuðir. Er það? Ég sé fylgi fara úr 40% í 14% á nokkrum vikum sko. Sko, sérð þú einhvern ráðherra eða annan þingmann núna innan Sjálfstæðisflokksins sem að þú treystir fullkomlega til þess að taka við að Bjarna? Sko, ég treysti ég treysti alveg til þess ráðherrunum. Ber einhver höfuð og herðar yfir aðra einhver sem Nei, ég ætla ekki að segja það. Ég treysti alveg ráðherrunum. Hverjum einu sem taka við. Mér finnst það mörgulegt öflugt fólk. Ég horfa á Þórdísi og ég ræði pólitík. Þá finnst mér hún alveg frábær. Mér finnst hún algjörlega frábær. Það er heilmikil kraftur og í Áslaugu. Gulli hefur auðvitað mjög víttakt nett og er dugnaðar fólkur og getur gert mjög margt. Heldur að Gulli sé enn lifandi? Já, sem slíkur? Já, ég er bara að segja, ég treysti öllu fólkinu. Ég bara finnst staðan eins og hún er í dag, þess eðlis, að það verði erfitt fyrir þau að ná því. En ég ætla ekki að útiloka að þau geti það. En þau hafa líka bara skamman tíma. Þetta ekki sammála með mér? Já. Einmitt. Við erum óalega sammála þegar við erum ekki bak við lyklaborðið. Já, þið er allt öðruvísi þegar þið eru að senda hvor öðrum skeiti á Facebook. Það er nú bara skemmt það. En þið eru náttúrulega bara að axla nýja ábyrgð, að taka þátt í friðsamlegu pólitísku samtali til uppbyggingar því að við erum öll svolítið meir og það var hræðilegir atburðir skekið í íslensku þjóðina og það er ekkert rosalega svona stemning fyrir innan tómu hávaðar yfirliti sko. Kostur við Björn, ég fæ að hrósórum að Kostur við Björn að hann segir bara það sem hann finnst. Ok, ég getur ósammála. Við erum alveg saman það. Mér finnst bara gott að menn segja það. Líka jafnvel segir hann hluti sem hann veit kannski að sé ekkit endilega mikil jarður fyrir en í hans flokki. Hann þorir þó að segja það. Og að því leitinu get ég hrósað Bjarni Leví. Já, þið voruð að tala sko miðflokkin. Þeir hafa náttúrulega spilað á populískar hörpur í sínum málflutningi. Þeir eru mjög flinkir í að segja það sem að sumir vilja segja, sem að svona reiðir Íslendingar vilja heyra, tala fyrir einhverjum svona töfralausnum og svoleiðis.
þið skrimtið inn á þingi, Björn Leví, þetta nú ekkert góðæri hjá okkur samkvæmt hérna skoðanakönnunum, en þið virðist vera svona komnir áfram til að vera, ætlar þú til dæmis bara sjálfur að sækjast eftir því að vera þingmaður? Jú, en svo bara fer hvernig prókjör fara á svo framvegis. Nei, okkur gengur alveg bara nokkuð vel á svona skoðanakönnunum þrátt fyrir alla þessa hreyfingu og fylginu fram og tilbaka, að þá erum við bara í okkar svona kjörfylgi í rauninni sem er mjög gott, en við sjáum alveg mjög mörg tækifæri. Yfirleitt 8% eða hvað? Fyrir aðeins upp í svona yfir 10 niður í 8 eftir hérna skoðanakönnunum. Langar þið í ríkisstjórn? Ég myndi vilja gera pólitíkin öðruvísi. En þú samt svarar hvorki já nei sem að er sem sagt ástæðan fyrir því að ég held að eina leiðin til þess að gera pólitíkin öðruvísi sé að fara í ríkisstjórn. Að pólitíkin hérna á Íslandi sé bara ekki alveg svona vaxin úr grasi hvað það varðar og þarf að læra kannski hvernig er hægt að gera hlutin öðruvísi áður en það er hægt að fara í til dæmis stjórnarmynstur eins og minnihlutastjórn eða eitthvað þvíumlíkt. En það mér væri óskandi ef við getum bara gert það strax. Þannig að ég myndi frekar vilja það heldur en fara í ríkisstjórn, svara ég svona til þess að reyna að hafa þetta nákvæmt. Sko, þetta er svo áhugavert svona hversu mikill leikur pólitíkin er yfirleitt. Ég sem svona spilanörd og hérna sé rosalega mikið hvernig fólk hagar sér eins og það sé bara í einhvers konar spili. Já, leikur í merkingunni skúaspil, svona leikrit eða? Líka stundum, vissulega. Og það eru þessi pólitísku skotstundum sem ganga fram og tilbaka og er ekki kannski alveg málefnaleg, en eru alveg heiðarleg, þau eru bara hugmyndafræðileg og svoleiðis. En við þurfum kannski að losna aðeins, ná að grafa ofan af hugmyndafræðinu og ná stundum aðeins niður í praktíkina. Ég held að við Píratar séum einmitt í langbestri aðstöðu til þess að ganga í svoleiðisverk. Af því að sem sagt, þegar að fólk nálgast ný vandamál, það eru rosalega mörg ný vandamál, með þessar gömul vandamál sem við eigum eftir að lesa, sem eru í svona föst í hugmyndafræðilegum skotgröfum. Það bara skal selja Íslandsbanka af því að það er skoðun Sjálfstæðisflokksins að það eigi ekki vera neinn ríkisfyrirtæki og þá bara skal hann seldur. Og meðan það eru aðrir flokkar sem bara nei, það er ná að vera samfélagslegur rekstur og svo framvegis. Við erum ekki föst í þessu hægri vinstri kreddudóti, þannig að við getum skoðað hvað er bara praktískt að gera í hver skiptið. Þegar það koma nýjar áskoranir, þá er hugmyndafræðin ekki að binda okkur í að það sé bara ein ríkislausn eða ein engalausn eða eitthvað þess háttar. Hvort tveggja er möguleiki bara svo lengi sem það hagnast öllum. Við þurfum hagkerfi, við þurfum efnahag sem að virkar fyrir fólk en ekki bara suma. Og það er það sem hugmyndafræðin hefur verið sko, pólitíska hugmyndafræðin hefur verið að þröngva svona í rauninni landun í þessar svona hugmyndafræðilegu svona þessi síló sem að virka fyrir suma hópa, vera að vinna fyrir sína hagsmuna aðila, bara að vissu liti mjög eðlilegt, en það þurfa allir að búa hérna í landinu, bæði vinstri fólk, hægri fólk, þjóðerni sinnar, frjálslyndir, það þurfa allir að búa hérna og vera með stað fyrir sig. En Björn, það er ekki spurning hérna sko selja banka eða eiga samfélagsbanka. Það er engin samfélagsbanki. Jú, þetta er alveg. Landsbanki, já, það er ekki. Ríkið á bara þessa banka. Bjarni var mjög skýr með það þegar hann setti í rauninni eigendastefnuna gagnvart bankunum þegar við áttum með þessa líka hluti í Arionbanka. Að það var í rauninni verið að reka þá á hámarks í rauninni arðsemiskröfu til þess að auka andvirði þeirra til þess að selja. En hverju borga fyrir þennan arð? Það eru viðskiptavinir og þegar þetta er ríkisákvörðun að ríkisbanki reki sig í hámarks arðsemi til þess að það sé hægt að greiða arðinn í ríkið, þá er einhver að borga fyrir þann arð. Það er bara óbein skattheimta þegar allt kemur til alls. Já, nú er alveg komið til móður. Allt í lagi með það. Það var ríkisákvörðun að hámarka skatt, það er gert með því að hafa hærri vexti. Hverju borga fyrir það? Þeir sem eru að taka lánin. Þetta er ríkisákvörðun að hafa háa vexti. Þetta er bara marka. Sem ég er bara að segja við því það er ekkert. Ekki þeirra ríkið á þetta alltaf mitt. Það sem ég er bara að segja við því, Björn, að þú varst að tala um þetta, við munum selja bankar og hinni sem vilja geta samfélagsbanka. Eignarhlutur ríkis í bönkunum hefur ekki verið samfélagsbanki, hann verið bara rekið til hlutafélögum eins og öllunum hlutafélögum. Sem er vandi, einmitt. En talandi hins vegar populisman, svo þú spurðir að, með Miðflokkin,
þá hann ekkit einn í því sko. Nei. Mér skulle ekki halda það. Hverja myndirðu nefna það er auðvitað hluti af pólitík, svona ákveðin populismi. Gerum greinum minn á populism og lýðskrum. Það er kannski það skiptir máli af því að populismin getur alveg verið jákvæður. Það er hluti af því að hlusta bara á fólk. Við skulum ræða sem lýðskrum. Það er það sem ég ætlaði að segja, því við vorum að tala um það að við vorum að geta að tala við fólk og látið það vera þannig líkt út þannig að við höfum að mista einhvern áhuga á því. Já. En það er mikill munur á því að tala við fólk og hafa einhvern áhuga á fólki heldur en populismi í mínum huga. En tækifærismennska er auðvitað bara hluti af pólitík og á endanum er það spurning til hvaða stjórnmálamanna ber ég traust til þegar upp á staðinn. Algjörlega. Við gerum alltaf lítið af því held ég að skoða og spyrja stjórnmálamennum í rauninni sannfæringu sína sem er rauninni eina hæfniskrafan fyrir stjórnmálamenn, bara samkvæmt stjórnarskrá, bara fylgja sannfæringu sinni. Ég veit að herramenn að tími ykkar er á þrotum, þið þurfið að víkja annað, en má ég spyrja ykkur aðeins svona í lokin út í líkurnar á því að Vinstri grænir reyna að kaupa sér framhaldslíf í stjórnmálum með því að láta brjóta á einhverju máli og kljúfi ríkisstjórnina áður en þetta kjörtímabil er á enda. Ef við byrjum á þér, nafni. Þau munu tvímælalaust leggja fram mál sem að verða erfið fyrir samstarfsflokkana og augra þeim til þess að slíta en þau munu ekki slíta sjálf. Þau eru búin að vera að reyna þetta allt kjörtímabilið. En bara þetta svar þitt, Brynjar, það sýnir manni sko vandan sem við að eiga, ólguna sem að verður á þessu þingi og líkurnar á útgjöldum og brunaútsölum og alls konar skilur þetta, það stefnir ekki friðvænlegan þingvöld. Nei, það gerir það ekki. Það verður þetta ólga þegar flokkur er komin í þá stöðu sem er ríkisstjórn að hverfa þingi. Þá verða menn auðvitað að reyna að finna einhverja leiki, hvernig getum við náð okkar kjósendum tilbaka. Það verður ekkert einfalt fyrir þá, en ég held að því ekkert að ef þeir bara verða eins, þannig að mér finnst ekkert ólíklegt að þeir grípi til einhverja aðgerða, eins og það að segja, heyrðu, við getum ekki verið með ykkur því þeir eru bara hatið fólki í landinu eitthvað fyrir sko. Ég er sammálaður, þannig að líkurnar á að við gætum kosið fyrr heldur en við erum að hugsa núna, þær eru nokkrar. Það er veðmálstuðull á því. Ef við mættum veðja, þá myndum við veðja. Heyrðu, herramenn, kæra þakkir fyrir komuna. Við komast ekki lengra með þetta í dag. Takk fyrir. Og víkjum þá að næsta kafla þessa þáttar í kvöld hjá okkur á Samstöðinni. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.